Góðan daginn! Þá það fjórða aðferðin en hún heitir leather knitting eða Irish cottage knitting. Sú aðferð eru tveir möguleikar hvernig við höldum á prjóninum og ég ætla að byrja að sýna ykkur aðra aðferðina og síðan kemur hin í framhaldi. Og svo á móti eru tvær aðferðir hvernig við höldum á bandinu en svo eru þetta til fleiri aðferðir en ég ætla að sýna ykkur tvær. Með leather knittings þá öðruvísi að við ætlum ekki að halda á prjóninum eins og venjulega, eins og við erum að fara að borða, heldur ætlum við að halda á honum eins og við erum að fara að skrifa eins og penna. Þannig að hann liggur hérna á milli. Í annar aðferðinni hvernig við höldum á bandinu, þá gerum við, setjum við bandið hérna hringinn í kringum litla putta og upp og niður og svo liggur bandið hérna. Við notum þumalfingur og löngutöng til að halda í og stingum í gegn og við rennum áfram, snúum bandinu í gegn, utan prjónin og svo drögum við í gegn. Rennum áfram og í gegn. Með þessu erum við ekki að sleppa prjóninum og alltaf að fara að ná í hann eins og með englistæl, heldur hann bara á sínum stað og við rennum. Við notum svolítið vísifingurinn á hægri hendi til að ýta svo prjóninum í gegn og prjónum þetta svona áfram. Alveg eins með brugðið að þá þurfum við að setja bandið hérna fyrir framan áður en við stingum í lykkjuna, stingum svo í lykkjuna og það sama við ýtum eða förum áfram og snúum bandinu utanum. Hin aðferðin að halda bara á milli puttana hérna, hringinn í kringum og hér. Þannig að núna það baugfingur sem hefur heldur spennunni og þá höfum við núna vísifingur og þumalfingur lausan til að halda prjóninum. Og það bara sama, við rennum upp til að henda bandinu utanum prjónin og sama þegar við ætlum að gera brugðið að þá þurfum við að setja bandið fyrir aftan, stinga prjóninum í gegn og snúa eða henda bandinu utanum. Margir fara svo að spyrja sig, þetta hægt að prjóna þetta með mikið? En það hægt, en þá dettur þumallinn bara undir efnið í stað þess að vera hérna yfir, að þá hann bara hérna undir og þú nær taki á prjónunum þar. Önnur aðferðin að prjóna með leather knitting að vera með 2 prjóna, svona stóra. Þetta eru 35 cm prjónar en það getur allt verið í 40 sem hægt að fá. En með þessum stóru prjónum stingum við þeim svo hérna undir hendur og þá það í rauninni stuðningurinn sem við fáum þar. En sama með aðra aðferðina þá höldum við bandinu í hægri hendi en með þessu að vera með prjónin þarna undir að þá hægri hendin laus fyrir bandið. En þá bara að stinga í gegn og þá hendin sjálfur laus til að henda bandinu utanum. Gott að styðja aðeins við prjónin og meðan vera að prjóna. En annars þetta voðalega þægilegt og getur verið mjög fljótt prjónað. Og sama með að gera brugðið að þá hent bandinu undir, haft það hérna fyrir framan, stungið í gegn og kastað. Sett aftur þetta fyrir framan til að gera slétt. En það einnig hægt að halda með hinni aðferðinni. Svona.
Það er að framan. Brjótin liggur eins og þetta var að skrifa og við styðjum hérna við með löngutöng og þumalfingri. Ítum honum í gegn, ítum hérna áfram, snúmum prjónin og drögum í gegn. Hérna, ítum áfram og drögum í gegn. Ég styð hérna aðeins við með þumlinum og vísifingri og í gegn. Og í gegn. Svo þegar prjónið er komið hérna aðeins lengra, svona, að þá fer þumallinn bara hérna undir og styður við. Brugnalykjan er svipuð og eins og áður. Setjum bandið fyrir framan, fyrir aftan í lykkjuna og saman. Snúum utanum og í gegn. Svona, og svo setjum við aftur fyrir framan. Hvernig við höldum hinum megin á bandinu með levering, þá setjum við fyrst hérna á milli, utanum þennan, utanum löngutöng og svo hér. Höldum prjónunum hérna, svona, stingum í gegn og snúum. Úps. Og drögum í gegn. Stingum inn í lykkjuna og þá er það baugfingurinn sem notum til að flippa bandinu yfir. Og drögum í gegn. Og brauðið setjum við bandið fyrir framan, aftan í lykkjuna og saman. Flippum bandinu í gegn. Og það sama þegar þumallinn er komin hérna undir og þá heldur hann hér undir. Og þá með undarhendi, en þá er langi brotinn staðsettur undir hendinni, svona. Utanum puttana og hvað sem þú gerir, og síðan er stungið prjóninum inn, svona, og þá færðu gott svigrúm. Stungið inn og utanum. Sama með að prjóna brauðið, bandinu sett fyrir framan, stungið inn að aftan og snúið um. En þá er hendur svolítið laus til að vera að henda bandinu í allar áttir.